Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Hann sestur hérna hjá mér, Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Iceland Express. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Iceland Express orðið 5 ára, verður núna 5 ára og þetta náttúrulega félag kemur á eftir nokkrum lággjaldar flugfélögum sem komu bara þarna hvert á fætur öðru og fóru síðan strax út af markaði. Þannig þetta náttúrulega svolítið áfangi að vera búin að vera markaði í 5 ár. Það alveg klárt. Það náttúrulega fyrstu árin eru erfiðust og það má eiginlega segja það að þetta ammali markar svona ákveðin tímamót hjá okkur vegna þess að þetta sýni markaðnum og sýni bara viðskiptavinum okkar að við erum komin til að vera. Félagið í dag alveg gríðarlega sterkt. Við skuldum ekki neitt. Það engnar skuldir sem að fara að koma á gjalddaga eða eitthvað slíkt eins og mörg önnur fyrirtæki ákveðin vandamála etja í dag. Við skuldum ekki neinum neitt. Við erum bara okkur gengið vel, við höfum rekið félagið með góðum hagnaði og eigum bara góða varasjóði, svoleiðis að félagið alveg gríðarlega sterkt. Já, og talandi hagnaðinn, hver hagnaður Iceland Express í dag? Hagnaðurinn verulega mikill og þetta yfirburða rekstrarár í sögu félagsins í fyrra og að því við vorum náttúrulega að sjá uppgjöri hjá samkeppnisaðilum núna fyrir í morgun þá getum við svona upplýst að hagnaðurinn nú töluvert meiri en þar en samt sem áður við höfum þá stefnu við höfum ekki gefið upp allar tölur sem við erum með hins vegar hægt að upplýsa það að hagnaðurinn mjög góður, rekstrarárið var mjög gott. Það var mikil aukning, farþegaaukning og svoleiðis að 2007 var gríðarlega gott ár fyrir Iceland Express. Já. Samkeppnisaðilinn var með rúmlega 250 milljónir króna hagnaði. Þeir eru sem sagt yfir því, eru þið yfir eða undir 500 milljónunum? Við skulum bara orða það þannig að við séum með töluvert meiri hagnað heldur en þeir. Já. Akkur þetta svona viðkvæmt? Ég meina einmitt það bara gekk vel, þú ert að segja þessi einmitt yfir 250 milljónir króna hagnaður. Akkur ekki bara hægt að segja tölur? Nei, þetta ekkert viðkvæmt. Það þannig sérst að við erum að klára uppgjöru núna með okkar endurskoðendum. Það stjórnarfundur sem síðan þetta verður lagt fyrir og mér svona eiginlega illa við að vera blastaði hérna undan áður stjórnin fær endanlega tölur hvernig staðan en ég get bara þó upplýst að þetta sérst lítur mjög vel út og ég get ekki ímyndað annað heldur en stjórnin verður verulega ánað og hvernig niðurstaðan Já. Þetta fyrirtæki sem hefur stakkað mikið, ég ætla ekki að bögga þið mikið meira á þessu, við fáum örugglega að heyrða það frá Pálma eða einhverjum, en þið stakkið og hversu margir eru áfangastæðir orðnir og hvað þið marga vélar í rekstri? Það þannig sérst að okkar áfangastæðir eru 14 sérst yfir sumartíman. Yfir sumartíman erum við að reka 4 flugvélar í dag. Yfir vetrartíman dettum við niður í 2 vélar. Við reynum að miða okkar framboð við þarfir markaðarins. Það bara þannig að fólk að ferðast mikið minna yfir vetrartíman heldur en yfir sumartíman. Og þess vegna píku við á sama tíma og markaðurinn að píka og draugum úr frambóðinu yfir vetrartíman til þess að vera ekki lenda í einhverjum stórum tapmánuðum yfir vetrartíman eins og kannski hefur verið lenska í þessum flugrekstri. Svoleiðis að við erum með 2 vélar yfir vetrartíman og síðan förum við upp í 4 vélar yfir sumartíman. En hins vegar búið að vera mikill vöxtur, það bættist við vélarnar síðasta sumar og það aldrei vita nema að bætist önnur vél við fljótlega. Já, hvert eru þið að fljúga núna? Sérst yfir sumartíman eru það 14 áfangastæðir og það víðsvegar í Evrópu og þar fyrir utan erum við að fljúga milli Egilsstaða og Kaupmannahafnar og Akureyrar og Kaupmannahafnar. En sérst yfir vetrartíman þá draugum við aðeins úr þessu og þá erum við að fljúga til Kaupmannahafnar og London, við erum að fljúga til Barcelona og Berlínar og Alicante og síðan Frídrichshafen, svona seasonal. Já. Þú gafst þetta til kynna þegar þú varst hérna hjá mig senast að þið ætluðu að byrja að fljúga til Bandaríkjanna, stendur það ennþá til? Það þannig að við skoðum náttúrulega markaðinn oft í mánuð. Við höfum strategíufundi með managementinu þar sem við erum að fara við potensial áfangastæði, bæði þá áfangastæði sem við erum að fljúga til og einnig þá áfangastæði sem gæti komið til greina. Við skoðum það út frá markaðslegum forsendum. Það þannig að við erum að fljúga til 14 áfangastæði í Evrópu og náttúrulega fyrir að fækka þeim áfangastöðum í Evrópu sem eru ákjósanlegir og auðvitað það þannig að það eru þarna ákveðnir áfangastæðir í Norður-Ameríku sem kemur til greina. Hins vegar náttúrulega gerum við þetta okkar forsendum. Þannig að það ekki verið að fara að fljúga þangað í sumar? Það mjög ósennilegt að Iceland Express sé að fara að fljúga til Norður-Ameríku í sumar. En hins vegar það þannig að við erum að skoða markaðina, við förum yfir það út frá markaðslegum og fjárhagslegum forsendum og reynum að gera þetta skynsamlega og við erum að stækka, við stækkuðum yfir 20% í fyrra og ætlum að stækka aftur dálítið mikið í ár. En líklegt að þið á þessu ári byrjið að fljúga til Bandaríkjanna? Ekki tala svo í kringum þessa hluti, Matthías. Nei, það náttúrulega þannig að við erum alltaf með þetta í stanslausu skoðun. Við bæði erum að skoða þá áfangastæði sem við erum að fljúga til, við þurfum að meta það hvort að þeir séu skynsamir áfangastæðir. Það þannig að staðan í dag svo að allir okkar áfangastæðir líta mjög vel út. Við erum líka að skoða áfangastæðir sem eru mögulegir áfangastæðir og eins og ég segi þá náttúrulega Evrópa að vera dálítið svona kannski
full reynt vegna þess að við erum að fljúga til flestra spennandi áfangastaði í Evrópu. Þannig að þú útilokar þetta ekki, þannig að það er svarið, þeir eru bara að skoða þetta og það kemur í ljós seinna. Við erum alltaf að skoða áfangastaði og meta hvað áfangastaði eru skynsamlegir. Verður flogið frá Akureyri og Egilsstöðum til útlanda, Kaupmannahafnar eða London í sumar? Það verður gert bæði frá Akureyri og Egilsstöðum til Kaupmannahafnar. Já. Svo voru það að gera svolítið, það var ákveðin samningur, núna er samningur í höfni það ekki með Reykjavíkurflugvöll sem Iceland Express hefur gert, eða ekki? Það er þannig að við sóttum það til yfirvalda á sínum tíma að fá aðstöðu og það fór svo náttúrulega hægt af stað og fengum ekki mikil viðbrögð. En það er hins vegar að frétta því máli núna að við erum búin að fá vilyrði, við höfum fengið svar frá flugstoðum þar sem þeir lýsa yfir áhuga að fá okkur, hafa fundið okkur stað við völlinn, svoleiðis að það er alveg að segja það að það mál sé komið á fulla ferð. Já, þannig að þið munið bráðum fljúga frá Reykjavíkurflugvelli eitthvert út í heim. Við náttúrulega verðum að skoða hvernig við komum til með að fara með þá aðstöðu, en hins vegar er breytingin svo að áður fyrir áttum við erfitt með að fá aðstöðu við völlinn. Breytingin orðið núna að það er búið að gefa okkur vilyrði fyrir það að við getum byggt upp okkar aðstöðu við völlinn. Já, og þið hljótið hafi gert þetta af einhverjum ástæðum, þið eru með einhverja hugmyndir í huga. Hvað er svona, á hvað eru þið að horfa? Það sem við náttúrulega erum að horfa á, eins og segir, við náttúrulega förum yfir ákjósanlega áfangastæði bæði með mannismentinu og með strategíufundi með stjórn og fleira. Þetta opnar náttúrulega ýmsa möguleika, fyrst og fremst kannski með innanlandsflugið, sem er gríðarlega spennandi markaður. Það er gríðarlega spennandi markaður að fljúga til Akureyrar og til Egilsstaða og jafnvel fleiri áfangastaða. Og það er, maður sér það bara á verðskráni sem er í gildi hjá þeim aðilum sem eru að fljúga á innanlandsmarkaði, að það virðist vera dýrar að fljúga milli Reykjavíkur og Egilsstaða heldur en milli Keflavíkur og Kaupmannahafnar. Svoleiðis að það lítur að vera mjög spennandi markaðar. Og eins náttúrulega komum við klárlega til með að skoða það hvort að það sé skynsamlegt að fljúga frá Reykjavík til meginlands Evrópu ef það er mögulegt og þessi aðstæða myndi leyfa það. Já, þannig að þetta er svona það nýjasta sem er að gerast hjá ykkur. Eru þið byrjað að horfa á flugvélar eða? Sko, við höfum alltaf verið með í stanslausri skoðun. Það er þannig að við erum svona dýnamist fyrirtæki sem eru mjög lifandi og við erum undir allt búin. Við getum tekið hraðabreytingar og við erum flexible, sveigjanleg. Svoleiðis að við höfum alltaf haft flugvélar upp í erminni og við höfum alltaf verið að kanna hvaða möguleikar eru í stöðunni. Þetta er mjög spennandi og skemmtilegt að vera komin inn á þannig séð þennan markað, Reykjavíkurflugvöllinn. En þú ert ekki alveg jafn sáttur með Keflavíkurflugvöllinn og aðstæðu okkar þar? Nei, það hefur verið þannig að náttúrulega fyrsta lagi finnst mér Keflavíkurflugvöllur alveg gríðarlega dýr og það er alveg mjög ólíkindum að bera Keflavíkurvöll saman við aðra flugvölli. Eins finnst mér Keflavíkurflugvöllur minnst að hafa mista aðeins kannski fókus á út á hvað þetta á að ganga. Mér finnst ég upplifa það ég sé að labba inn í verslunarmiðstöð þegar maður er að koma þarna. Farþegarnir eru teymdir upp út og suður og gegnum einhverja kaffeteríur og búðir. En er það ekki alls staðar þannig erlendis? Já, mér finnst ekki. Mér finnst þetta svona öðruvísi, sko. Núna í dag kemstu nú eiginlega valla í gegn þannig að öðru seldur en að kaupa þér kaffibolla, þannig að þeir eru nánast rétt kaffibollin. Og ég myndi segja það ef ég væri talsmaður verslunar og þjónustu á Íslandi þá var ég verulega ósáttur við hvernig nálgun flugvallarins er vegna þess að það er þannig að farþegarnir eru ekki að koma á flugvöllin vegna þess að flugvöllur sé svo stórkostlegur. Það er ekki þannig. Farþegarnir eru að koma þarna vegna þess að það eru flugfélögin sem eru að flytja til og frá þessar stað. Og það held ég að flugvallar yfirvöld á Keflavíkurvelli þurfa að gera sér grein fyrir að þetta sem þeirra starf þá að snúast það að þjónusta félögunum sem eru þarna og þjónusta farþegunum en fyrst og fremst að búa til aðstöðu fyrir félögin til þess að þau geti vaxið og dafnað í þessu umhverfi. Og er aðstæða ykkur eitthvað verri heldur en Íslandi er? Nei, ég svo sem veit það ekki. Ég hef ekki. Þú ert bara að tala almennt? Ég er bara að tala almennt, já. Það er þannig að við erum ekki sátt, bara erum mjög langt frá því að vera sátt við þann landbúnað sem við höfum og ég nú verið að lesa eitthvað í blöðunum að okkar samkeppnisaðilar eru eitthvað ósáttir líka, þeir eru ekki að hugsa að byggja sína eigin flugstöð. Já. Ef við aðeins förum út frá þessu, það er við erum í niðursveiflu og sumir kalla þetta bara kreppu og margir hafa bent á það og það er náttúrulega kannski þannig að þegar kreppir að þá byrja menn að spara og það er dýrt að fara til útlanda þó að það sé kannski að verða alltaf ódýrara. Er þetta ekki hrætt við þetta ástand? Í raun og veru er þetta ástand bara gríðarlega gott fyrir okkur. Við erum að sjá mikinn vöxt hjá okkur. Ég held að það sem sé að gerast að fyrirtækin í landinu sem hafa kannski leyft sér svona í þessari uppsveiflu að eyða of miklu í hluti. Ég meina rekstrakostnaðurinn hefur
kannski farið dálítið hátt á sama tíma og tekjurnar hafa verið góðar. Síðan þegar kreppir að þá fara menn að skoða málin og það er þannig að það stoppar ekki síminn í okkur núna. Það eru fyrirtæki sem eru að óska eftir samstarfi við okkur, sem eru að óska eftir fyrirtækjasamningum. Bara í dag voru komið ykkur 10 fyrirtæki sem ný fyrirtæki sem voru að komast vildu komið viðskipti til okkar. Og við náttúrulega höfum verið að leggja mikla áherslu á það undanfarið. Við höfum verið að auglýsa og benda fyrirtækjum á það að við bjóðum upp á fyrirtækjasamninga og við erum sveigjanlegt og hagkvæmt félag sem er auðvelt að ferðast með. Svoleiðis að ég held það að þessi aðstaða á markaði, hún sé raun og veru bara ágætt fyrir okkur vegna þess að þetta þýðir það að farþegar okkar kemur til með að fjölga. Já, enda segið að einkavélar séu svo 2007. Enda er það. Það var bara 2008 á flugum Iceland Express. Já, heyrðu, það er glæsilegt. Matthías, tíminn er flogið frá okkur, takk kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Segjum þetta gott í bili, hádegisviðtalið verður hér aftur á þriðjudag, en þá verður stjórnarformaður Glitnis, nýr stjórnarformaður Glitnis gestur okkar. Verið þið sæl.